Ég má alveg byrja. Dóttorfútból heilsar á föstudegi í vikulókum Dóttorfútból. Tveir ólíkir leikmenn hjá mér í dag. Gunnar Birgisson, markvörður Aftureldingar fyrirverandi og Eiður Smári Guðjónsson, fyrirleikmaður Chelsea og Barcelona. Velkomin báðu tveir. Takk. Takk fyrir. Eiður, ég var svona að taka saman flottustu mörk allra tíma í Premier League og ég gaf mér bara að þú hefur átt goal of the season 2002-03. Öðru sæti. Já, eitthvað Henry mark þar sem hann hleypur upp, þar sem enginn fer í hann á móti Tottenham og leggur hann bara eitthvað á móti einhverjum vonlausu. Var það mark á sig? Var það ekki? Ég held að það hefði verið Alan Shearer, volley. Nei. Þetta sem sagt opinbera Premier League mark ársins og þetta eitt mesta rán allra tíma. Þú veist, ef að Salomon Kalou hefði hlaupið hann með boltan, hóra enginn í hann nokkuð tíman, þá hefði aldrei fengið neinn velun. Þannig að þú mátt alveg hringja og kvarta. Já, komið aftur að því að vera Íslendingur bara ekkert sexy. Nei, ekki Premier League. Látum Íslendingur. Nei, allavega þá eins og ótrúlegt og þetta hljómar, þá var þetta ekki mark ársins þetta árið. Það var eitthvað algjörlega bang-average-mark hjá Thierry Henry á móti Tottenham. Túborg með hann hljóf fram hjá við svo að vera á tómamóti. Hann gat skrefað Highbury bara í einhverjum 8 skref. Þetta var þetta pínlítið völlur. Já, ég veit það. Þannig að þetta á ekki að telja. Nei, ég er alveg sammála því. Túborg með Dóttorfútból á bóndadaginn. Já, það eru bara 7 dagar í þetta. Túborg og Dóttorfútból lyftum þessum bóndadagi enn hærra. Þetta konur sem eru að veltaði fyrir sig hvað að gefa kallinum í gjöf. Og ég myndi alltaf miða þetta bara við gamla góða 200 skallin, ekki vera að fara eitthvað mikið yfir það og það er þetta að fá fullt af flottum gjöfum bara fyrir gamla góða 200 skallin og meðalans geti líka bara að fara í Smáríkið og við geta sendt heim Smáríkið að sjálfsögðu og þeir eru auðvitað í Bæjarlind í Kópavogi og út allt Domino's Pizza Þetta hljóta nú að geta skuttlast eftir þessu sjálf er það ekki? Jú á bóndadaginn í Guðanabænum Ég held að besta hugmyndagsins sé að fá sér Dominos og það er auðvitað handboltinn að byrja við auðvitað munum ekkert ignora handboltan. Hér áður fyrir var alltaf Dóttorfútból safe space fyrir þá sem að meikuð ekki allan handboltan. Svo er þetta bara of stórt til að ignora. Þetta fer ekkert framjá manni. Nei, þetta fer ekkert rosalega mikið framjá manni, sko. Það er hvernig hafa allir skoðun, sko, allir saman hvort það gangi vel að illa, sko. Já, fáum rosalega skoðanur frá Eiður Smára handboltan, hann er alveg trilltur yfir einhverju vali á bakkum hóttamanni. Já, hann var yfir 5-1 vörnina með Indjána. Fitnessport. Sko, núna er rétti tíminn til að fara í fitnessport og núna er rétti tíminn til að rífa þetta allt saman í gang, hvort sem að það er testabústurinn She'll Like It Too eða kaupa eitthvað til þess að æfa heima og fengi þetta líka allt sent með Volt. Ekki gleyma því. Ég hitti einhverja krakka í ræktinu daginn sem að fundu ekki fyrir kláða eftir prívorskatið. Ég sagði, þá eru þið ekki með nógu sterk. Þá eru þið að drekka meira. Blanda meira. Blanda sterkar. Það er þannig, og þú ert að klæja þannig að þú ert bara alveg hérna. Já. Þá veistu að það er alltaf hérna. Og vaki 24 tíma. Já. Þá ertu að gera eitthvað rétt. Það er komið nýtt skoðunarár, minna á það, Tjekkland Bifreiðarskoðun og fyrir áhuga sama limmiðana, þá er 30 limmiðin mættur. Bara vitandi það að styttist í 2030 lætur mig bara nánast æla. Ég sá að Manchester Borg er að fara að sækja 2040 ólympíuleikana og ég hugsaði að hvað verði ég gamall 2040? Jú, 60. Nei takk, ég vil ekki heyra þessi ártöl. Maður vil ekki vita að þetta sé bara einhvern veginn just around the corner. 60, já hérna. Já, fyrir þá sem eiga íbúi Manchester, komið sér vel. Já, að vera þarna í fasteignaverði. Já, það væri gaman að fara. Þeir eru náttúrulega búin að klúra þessu tissunum að fá ólympíuleikana. Þeir mista af þessu 92 þegar Barcelona fekk þetta og held ég 2000 líka. Þá klúruðu svo. Þeir bara endur samt bara með að gefa Manchester City völl. Þeir bara voru svo desperate að gera eitthvað fyrir Manchester City. Council's House er þetta kallað. Council's House. Það er 2012 leikandi flottir. Í London? Já. Þá nú er verið að tala að færa norðrinu ólympíuleikana. Já, það er North of fallegt. England. Það er mjög fallegt. Já, við sjáum til hvernig það allt saman fer. Við ætlum að hendi spurningu áður við höldum áfram og hún er bara tileinkuð hérna Gunnari Birgisinni. Og í þetta skipti tölvutek aldrei mig veg. Hversu mörg verðlaun, þar segja gullverðlaun, unnu norðmenn á ólympíuleikunum í Calgary? Þetta eru þessi fræguleikar sem ég veit að
Þetta Eiður fylgdist vel með hérna 88 og Ég gef mig það að þetta séu vetrarolimpíuleikar. þetta eru betur já, þeir eru ekki mikið í sem betur fyrir. Ég var að segja 18. Já, ég ætla að segja rétt svari 0. Þetta er kannski áður en Já, þetta Þetta er áður voru 0 Já. vel 92 í Albertville eru þeir að detti inn Björn Deli og Sturri Sývertsson og Erling Jefne Já. og það raða þeir inn og svo Ég ætla- 94 í Lillehammer Ég ætlaði bara aðtöku hvort þú værir að Já, kynna þetta heyrðu. eins og við svona því að ég minna að það vetrólpíuleikarnir á RÚV fljótlega og það er bara fyrir the super rich sem getur farið þangað. Þetta er semst í Milan Cortina. Venlegt fólk hefur ekki efna á þessu þannig ég ætla að biðja venlegt fólk að vera heima á sér og horfa, takk og horfa á ríkissjónvarpinu. Þar með Gunnar Birgisson, já, hann er oft farið á kostum en á vetrólpíuleikunum það er bara eitthvað allt annað þegar að hann byrjar þar. Skulum ég segja Páranka hérna Já, Zero Lasse Kjus og allir þessi kallar eins og Auðun Blöndal myndi segja áhugi 0 maðurinn sem fattaði upp áhugi 0 á sínum tíma Auðun Blöndal Nei, ég veit ekki þú en við slum Páranka með Dynout og Eiður sko íþróttir í sjónvarpi hvað er skemmtilegt annað en fótbolti ef við fáum að hendi hvað finnst þér gaman að horfa í sjónvarpi annað en fótbolta og ef við byrjum í 5. setinu þar Í 5. sæti? já, svona ef við færum okkur 5 og upp úr hvað er svona það sem að virkilega færði til að Ég er svona að spá í hvaða 4 íþróttir ég er með fyrir ofan. hvað er fyrst sem kemur upp í bjóðin? Fyrsti fótbolti. Fyrsti fótbolti, já ég er að segja Ég en meina fyrir utan- fyrsta sæti. Ef við förum svona neðarlega á lista, það er náttúrulega alltaf stemning þegar að íslenska landsliði í handbolta er að spila. En ekki reyna að fá mig á bara hefbundin handboltaleik eða horfa á meistaradeildin í handbolta. Nei, en landslið Landslið er alltaf stemning. Já. Það er eitthvað, það fylgir því bara ákveðið. Hvað ertu að horfa á annað? Veit þú ert að horfa á píluna? Ég elska jólapíluna og ég gæti alveg slýsast inn á Premier League pílu. Já. Þannig að Ég er ekki komið þangað, sko. Sétt svolítið munið þar. Ég hef, þegar ég bjóði í Bretlandi og Premier League í pílu var að byrja, Já. þá horfum maður á þetta á 50 skoldum, sko. Því maður hafi bara ekkert að gera. Börnin sofnuð og svona. Já. Ég elska náttúrulega golf. Já. Stórmótin í golfi. Já. Algjörlega frábært áhorf. Já, Masters er svona, er það Masters eða rætir, hvort tekur þú? Ég sé alltaf Masters fram yfir rætirinn, sko. Ég held líka, það var líka bara svo gaman hvernig Rikki klúraði þessu fyrir okkur síðast. Nú býtu hvað gera? Það er engi búin að minnast á það eða þegar að úrslitastuður Rory Chipur í vatnið, þá erum við bara í auglýsingum. Já, reyndar alveg fáránlegt að hann skildi chipun í vatnið. Bara, ég hefði ekki chipun í vatnið þannig, sko. Já, golfið er náttúrulega geðveikt í sjónvarpi. Ég meina, fórstu eitthvað í hestana á sínum tíma? Hafður eitthvað gaman að horfa á það eins og Cheltenham eða hvernig Ég hef farið á Cheltenham einu sinni, þá fórum við liðsfélagarnir saman og það er bara stemningin. Það er ekki þannig að ég sé að horfa á skepnuna og hversu falleg og tignarleg hún er, sko. Og hvernig þeir setja hestana. Nei, mitt. og maður er ekkert að vikta hvað heitir maður, jockeys. Já, sko ég segi alltaf að naflinn er fættur til þess að vera jockey. Hugsa hvað hann væri, þú veist, hann þingir hestin svo lítið. Já. Þannig að hann þeir eru jafnvel grenri heldur en hann. Já, jafn stórir og grenri. Já, þeir eru ótrúlega letir. Þetta eru, er eitthvað meira sport sem þú horfir á? Það er kannski, ég horfði á yngri árum mikið á tennis. Já, ég ætlaði að spyrja, hefur þú farið á Wimbledon? Nei, ég hef ekki farið á Wimbledon, en ég horfði mikið á tennis. Sampras eða Lendl verður? Boris Becker var alltaf minn maður, sko. Hann var alveg svipið með ykkur. Já, hann er svona rauðbyrkin. Hugulegur maður. Það er ykkur svipur þarna. Glæsilegur. Og svo er svona aðeins kannski frábriðið, það er snóker. Það er snókerinn, já. Mér finnst oft gott að koma heim eftir æfingu, setja snókerinn á og það er alltaf að tala svo lágt af því að þeir eru í salnum og það er verið að kjöða stöða það tala svo lágt þá átti ég til að ná að leggja mig svona góða 2 tíma
Já, sko Gunni, þú veist, þú oft þannig um NFL sé svona þitt, svona sport. Mist NFL-ið svona, já, maður hefur dottið meira og meira inn í það á undanförnum árum. Já. Annars þetta bara, þú veist, það nánast, þú getur sett hvaða íþrótt sem fyrir fram mig, sko. En ég skal reynda viðurkenna það að snókerinn, ég var einhvern veginn aldrei náða Nei, það er kannski því ólstæðis upp í það. Það var náttúrulega líka snókeræði á Íslandi þegar það voru bara snókerstofur út allt og Já, og svo brunnu þeir bara eina vannari. Já, því miður. Eins og NFL, það er, þú veist, þegar kemur út í Super Bowl, það er náttúrulega bara stuð og stemning, en maður ekkert að fylgjast með þessu. Þú veist, eins og NBA ólst upp við að, þú veist, Jordan og Magic og allt það, sko. Þú veist, þú veist þannig í snænaskóla 90s, í fríminútum fór enginn í fótbolta. Það var allir út í körfubolta. Já. Þú veist, það var algjört Ég var einn út á fótboltavelli. Þú veist, einn út á fótboltavelli. Það var allir bara einhvern veginn að leika sér í körfubolta. Og bara körfubolta æði á Íslandi á tíma. Á þessum tíma. Og það einhvern veginn, það er bara svona aðeins vaxið úr manni. Jú, maður fylgist aðeins með þessu en ekkert eitthvað. Hvar varstu í körfunni? Hvar var ég? Já, bara varstu í Chicago Bulls eða bara? Ég var bara leikarsmaður. Magic. Bara Magic, já. Fengi bara fréttnar í 11 fréttunum að hann var með AIDS. Og hérna maður bara var dáinn kallinn. Já. Svo reddaði minn maður. Já, svo þú veist, blak er náttúrulega risastórt sport í heiminum. Blak á toppleveli finnst mér mjög skemmtilegt sport. Það er svona stuttrally og hérna. Það var til að fá að skiptum umræðinni. Já. Múrbúðin að sjálfsögðu með doktorfútból og ef að frúin hringir, já, ég í múrbúðinni. Hvað vantar þig? Ég minna, útsala þar að sjálfsögðu og fyrir þá sem að þurfa til dæmis að rafmaks opn, þá færðan þar drengir. Handboltinn náttúrulega að byrja núna og ég minna, Eiður, þegar þú varst í Chelsea, þú veist, voru þeir Jesper Grönker að hittast og horfa saman að HM í handbolta og EM í handbolta og sko, voru að rífast. Við Norðurlanda búinir. Við hópuðum okkur saman. Fundum hennan eina pub í London sem sýndi handbolta. Já. Nei, það gerum við ekki. Nei, en horfðu á þetta, þú veist, mættur ekki klefan í Chelsea að ræða stórmóti handbolta? Nei, ég held að það er freka verið rætt Eurovision heldur en handbolta. Já. Þetta var það lítill áhugi. En eins og ég segi, það er óhjákvæmulegt og það er gaman og skemmtilegt að fylgjast með landsliðinu. Og við fyllumst alltaf einhvers konar trú og von fyrir mót og svo fer það bara eins og fer. En alltaf erum maður jafnspenntur. Ár eftir ár. Það er eitthvað svo skrítið við að, þú veist, þegar þú kemur úr fótbolta heiminum að hlusta það eru menn þarna inn á hvað er ekki Björgvin markmaður sem að fara á sitt 19. stórmót meðan að okkur knattspyrnumönnum mér dreymdi alla tíð að fara á 1 og ég rétt slefaði inn á það undir lok feril, sko. Þannig að það er eitthvað svona, mér finnst eitthvað skrítið við það. Já, það er pínu skrítið. En þegar þú fórst í Barcelona, þú var ekki eins og ég veit að Messi, hann sagði að eitt áhugamálum sínum væri handbolti. Jú, á þeim tíma var líka ennþá, sko, hvað heita, Ciudad Real. Já. Þannig að það var svona Real Madrid, Barcelona handboltans. Já. Og við fórum nú einhver tíman á þann leik, sko. Já. Það var bara dundrandi stemning og við reyndar minnir að Madrid hafi verið 8 mörkum yfir og þá bara fóru við. Já. Svo endaði þetta bara í jafntefli. Mistum að rjómanum, sko. Það var ekki líflegar umræður í Barcelona um stórmóti handbolta. Nei, sko, það eru blöðin í Barcelona borginni, þau snúast bara allt íþróttirnar, allar íþróttir sem eru í Barcelona eða með Barcelona merki framan á sér. Já. Þannig að blaðið kemur út daglega, þessi nokkur blöð. Þú byrjar á að lesa 10 blaðsíður fótbolta og hvernig æfingi var og hvernig menn leit út og hvernig, þú veist, menn voru girtir og bara alveg út í ítustu dítela. Já. Svo farið í handboltan, eða körfuboltan, handboltan. Svo svona, hvað heitir það? Svona hockey innan bandi á hjólaskautum. Já.
og eitthvað og svo kvenna deildina líka og svo talað Espanjól fótboltaliðið litli bróðurinn fær síðustu 2 blaðsíður. En kom þér þá ekki óvart hvernig Espanjól stundismenn tókum út í Jóhann García daginn hjá Barcelona Espanjól vissur að vera svona margir Espanjólmenn á svæðinu í Katalóníu? Já, þetta ég myndi giska á þetta sé svona 80-20 skipting Barcelona, Espanjól Svo sérvindringarnir halda með þetta svona eins og fyrir þig sko bara Háka og Breiðablík þó að Háka svæði sig að stækka þá ég að tala skalinn á klúbunum ég veit erfitt fyrir að heyra Já, ég ósammála Nú kemur svar Já, ég held að við sem bara sammála vera ósammála Ég ætla ekki að dreifa þessu Ég meiri Háka-víkur Já, ég veit alltaf Þú ert í leiði fólksins, eins og stundum sagt. Gunni, það er að tala að við getum fara allir í úrslaleik. Og leiðin liggur alveg sérstaklega greið. Hún alveg bara einstaklega greið fyrir okkur og hjá öllum eins og ég skoða sportsbókina hjá Epic. Þar eru við, sagðir, 4. bestir og það helst í hendur við allt sem hefur verið að ræða og einhver virtur danskur sérfræðingur sagði að við erum pottið í velunarsæti. Já. Þú veist, það stefnir allt í það að við förum í milliriðil með væntanlega 2 stig, ég gerir ráð fyrir að við vinnum Ungverjaland. Þá mætum við Slóveníu líklega, Færeyjum, Króatíu og Svíþjóð. Ég held að við vinnum 3 af þessum 4 leikjum. Já. Og það mun duga okkur væntanlega í annarsætið, þar mögulega getum við fengið Dani í undanúrslitum. Og viljum það ekki? Við viljum komast hjá því, það væri mjög gott ef við myndum vinna milliriðilin, af því ég gerir ráð fyrir að Danir vinni hinn milliriðilin. Það svona gert fastlega ráð fyrir því að Danir standi uppi sem Evrópumeistarar. Mótið byrjaði í gær, hvernig fóru leikirnir? Þú ert vantilega, ert þú ekki að lýsa leikluleikjunum? Jú. Á RÚV 2? Jú, ég með þá allar lás. Ég elska það. Það eru mín leikir. Ég ætla að fylgjast með þeim. Þegar enginn að horfa, þegar sama tíma og íslenski leikinir að gera, þá ætla ég að gera Gunnar Birgis greiða, vera á RÚV 2, horfa á Hvíta-Rússland, Tékkland. Takk hérlega fyrir það. Ég var með Þýskaland Austurríki í gær, Alfred Gísla, byrjaði vel. Unnu Austurríkismennina, Spánverjunnu, Frakkarunnu, Norrmennunnu, bara allt eftir bókinni. Þannig að þetta var bara flott byrjun á mótinu og ég meina það er rosalegur andi. Ég var með eitthvað fyrirlestur á okkur auglýsingastofu í morgun og það er svona, þetta er líka svona svolítið vinsælt að fá einhverja svona hver og landa til þess að koma og messa við mannskapnum. Er þetta líka frábær tímapunktur að hafa eitthvað fyrir þjóðun að horfa á í janúar? Já, bara þegar þú lappar út klukkan 8 og það tekur við svartnætti. Það er bara einhvern veginn. Og svo bara förum við út hérna eftir þátt og klukkan 1 og það er komið einhvern veginn farið að dimma. Þannig að, þetta er náttúrulega bara gulls í gildi, sko. Og eins og þú segir, þetta er svona, þetta er bara too big to ignore. En hvað er þetta með okkur Íslendinga og Króatíu? Við erum alltaf, bara í öllum íþróttum að spila við Króata og ef að eins og Gunnar að tala ef þetta fer eins og þetta á að fara þá eru aftur að fara að spila við þá. Þeir eru við slækir núna en þeir hafa svona ákveð taka á okkur við náttúrulega spilaðum með á í umspilinu við erum þetta oft og við erum með í riðli og alltaf og á HM í riðlunum við erum alltaf með Króatana. Þeir eru mikið Króatía, mikið Ungverjaland í öllum íþróttum einhvern veginn þannig en það er rétt sem að Hjörður segir þeir hafa oft litið betur út Króatarnir og voru að missa út markmannin sinn sem að fór illa með okkur í janúar á síðasta ári, Dominik Kuzmanovic það er náttúrulega við megum aldrei fagna meðslum en vonandi er ekki lengur frá en kannski 4-6 vikur. Já, 4-6 vikur bara 4-6 vikur, koma svo heillin og klára tímabila krafti og það sama erum við að lenda í með Ungverjana að línumæður þeirra, Benze Baridi verður ekki með á mótunum. Er það tankurinn? Það er tankurinn, já. Sérðu? Þetta veit ég. Já. Þetta veistu. Eiður, þú fórst að gera skemmtilega þætti fyrir Ríkissjónvarpið á sínum tíma. Það sem að þú fórst að heimsóttir þessu lönd. Hvernig fílaður Króatíu? Ég elska. Króatar eru bara, ég er náttúrulega að spila með nokkrum. Þetta eru bara skemmtilega týpur, skemmtilega ruglaðir. Er eins og Ítalið? En er allt alveg svakalegir íþróttamenn. Já. Og svo þegar maður fer hérna yfir að bara maður er líka bara vel við þetta fólk fallegt land líka og sjá sko í rauninni að þetta er náttúrulega ekki það stórt og sagan hvað er gengið gegnum náttúrulega gamla Júgóslavía og þetta svona, allt það stríð sem því fylgdi sko ég held að það situr náttúrulega maður finnur alveg að það situr í fólki og það líka hefur gert það sterkara þeir virast alltaf vera bara stærri og sterkari en allir aðrir 4 milljónir og hafa einhvern kraft
margt sem að ekkit bara, farin að verða bara í DNA-inu hjá þeim, bara að verða náttúrulegur. Já, ég er meiri serbi. Já, þú ert Vladi Divac. Já, ég er meiri hérna, sko. Ég er Tony Kukoc, sko. Já, það er áhugavert viðtal sem að Gulli Jóns tók á RÚV við Dag Sigurðsson. Það sem að Dagur er að tala að Króatar hafa svona smá áhyggjur af framhaldinu í íþróttum og ef við skoðum bara til dæmis eins og meðalaldurinn á liðinu þeirra núna á EM hann segir að það sé lítið að koma upp og þetta er líka við hinar boltaíþróttirnar að það sé lítið af ungum einstaklingum að koma upp að tala þessa 12 kynslóð að þau séu bara að lenda í vandræði með einstaklinga að þú veist búa eitthvað til það var áhugavert að heyra hann segja það því að hann er væntanlega Já, það er líka þannig hjá allanslið karla hjá þeim meðalaldurinn er mjög hár við erum ennþá með Modric þar sko Það er áfram og tegja með doktorfútból núna getur notað síman og einfaldað greiðslurnar þannig að það er að borga beint í síman hjá þér og þarft ekki að rífa fram posan góða frá tegja Frá því að ég hitti Eið Smára síðast, þá hafa öll bestu liðin skiptum þjálfara. Nei, kannski ekki öll, en við erum að tala Real, Chelsea, Manchester United, og þetta svo í Skotlandi náttúrulega hilarious skipting á þjálfara þar sem að Wilfried Nancy þurfti að taka póka sinn og Martin O'Neill er mættur aftur. Ég meina, Eiður, þú ert inn í klefanum þegar að 2 áhrifamestu þjálfarar fyrsta áratugur þessar aldar labba inn. Þú veist, í Jose Mourinho og í Pep Guardiola og ég meina þú veist, vissuru bara eftir að unnum þessum mönnum í einhvern ákveðin tíma að þessi menn eru þú veist, þetta eru bara stjórarnir næstu þeir eru langlífir já, alveg staðfest já. Þeir hafa eitthvað sérstætt og á sín máta náttúrulega allt öðru sér típur en ekkit ósvipaðir þegar að kemur að svona æfingarrútínu setja upp æfingar, leggja leikinu upp mjög dítilega allt en svo kemur alltaf karakterinn Mourinho vil bara vinna hvernig sem er Guardiola vil vinna fallega eða spila sinn bolta og fer ekkit út fyrir það bara til þess að vinna þannig að það er svona stærsti munurinn á þeim mér varst, við erum að tala um þetta með þjálfara og vera reknir eða látni fara og eitthvað svona þá mér varst mögnuð mynd sem að Sky Sports setti upp, hvað var það í gæri eða fyrirdag með þjálfara 3 stærstu lið á Spáni frá 2011 þar svo ert með Real Madrid og þar eru 10 gæjar í röðinni svo ertu með Barcelona 8 eða 9 eitthvað, ég man ekki nákvæmlega þú veist, hverji voru í röðinni svo kemur Atletico Madrid það var bara einn maður á myndinni Cholo og það mig grunar sko, þegar þú ert með svona sterkan karakter og sterkan þjálfara að þetta sé að fara að koma aftur bara eins og löngu innköstin sko að þetta sé bara í lagi að þetta er bara stjórinn sem er hjá okkar félagi hann passar við okkar hugsunahátt, hugmyndafræði, kúltúr og svo er það bara undir leikmunum komið hvort að þeir vilji koma og vera áfram hjá okkur eða ekki bara alltaf þjálfarinn fer Sko, þú ert náttúrulega á tímum managerina í enska boltan. Núna er verið sko Arsenal með manager, Liverpool með manager, City með manager, Aston Villa með manager, þessi lið sem að gengur vel. Restin er eiginlega komið eitthvað nýtt dæmi í enska boltan sem heitir head coach, sem að ég veit ekki nákvæmlega hvað er. Þú gætir aldrei séð fyrir þér Mourinho sem head coach eða Harry Redknapp sem head coach og fá ekki að stjórna öllu. Nei, Mourinho í rauninni sko þá var hann sér titlaður að hafa verið titlaður manager, þá var hann head coach Nú? Að hann var alltaf út á velli Já, en var hann ekki líka skiptur sér leikmannamálum og þú veist, það var ekki sóttur ykkur leikmann sem hann vildi ekki en þú veist, hvar er línan sko hvar kemur skiptingin head coach, eða með manager eins og við munum eftir í gamla daga í ensku úrvalsdeildinni þá var head coach, þá var það bara fyrsti aðstoðarþjálfari í rauninni managerinn managerinn valdi liðið hinni sá að þjálfa liðið núna Mourinho kemur, hann er bæði sko veist hvað Guardiola er bæði það kemur ekki leikmaður hann inn þeir séu búin að gefa góða svo ertu náttúrulega komin út fyrir þegar það ert með
leikmenn á borði Messi og Cristiano Ronaldo þar sem að þeir þurfa að samþykja líka já. leikmenninni koma þá ertu svona aðeins farin að setja völdin yfir á leikmenn Talandu það og tala ekki með þeir hópa sér saman síðan Já Lionel Messi hefur áhuga einmitt að fá Antoine Griezmann núna til sín og hann svona að skoða það sko þið voru að ráða, það að Chelsea voru að ráða ungan strák Liam Rowe senior sem head coach og hann kom með viðtal og sagði in English man age if you split the two words is man and age so you're aging men og svo kemur eitthvað áleika þetta bara nýr David Brent þetta fyndið eða ensku fræðingur ensku fræðingur sko, ég þekki aðeins til hans þetta er sko þetta er fluggáður drengur hvort sem hann hafi karakterin í það að stjórna og vera sko vægðalaus það veit ég ekki þetta verður áhugavert ég meina sko, náttúrulega hinn original David Brent í íslenska í enska boltanum, Michael Arteta hann getur svona orðið fyrsti svona því að veist, hann var þarna með You'll Never Walk Alone í gangi og voru að hita upp á æfingu og hann var með ljósaperuna og allt þetta, svona fyrsti David Brentin í bransanum hann getur unnið í ár Já, nú ertu eitthvað winding me up, sko. Nei, ég sé, hann var svona fyrsti David Brentin af því að þú veist, núna ertu komið svona hugsuði og Dale Carnegie þjálfara og allt svona. En hann er allur pakkin. Ég myndi halda að mikilvægt þetta væri mjög góður svona maður á mann og mjög góður svona motivational speaker. Og sömuleiðis er hann öflugur taktísk og sér líka, þú veist, öll leikmannamál og er með puttan í öllu, þannig að þessi samlíking Nei, en þú veist hvað ég er að tala þetta er bara svona David Brent þú veist hvað ég veit Já, en þetta til dæmis er svo með ljósapöruna eftir því sem ég hugsa þetta meira ég finna hversu oft hafið þið verið inn í klefa og þú veist, þið kannski heyrið einhverja ræðu frá kannski leikmann, frá kannski þjálfara sem er kannski ekki endilega með kannski mestu áruna einhvern veginn yfir sér, tala kannski ekkert frábæra ensku eða eitthvað svoleiðis og þú hefur heyrt þessa ræðu 100 sinnum bara einhvern veginn, heyrðu strákar, nú erum við að fara út að berjast og eitthvað svona, gælt í lagi að koma með eitthvað nýtt ég veit það ekki eða þú veist, ég meina, þurfum alltaf að vera í sama einhvern veginn Nei, þetta og svo hefur maður séð líka þarna treble winners þegar Guardiola er að koma inn í klefa, þetta er ekkert alltaf eins heldur hann hefði gert það ef myndavélinn hefði ekki verið á hann Svo er það Eru menn ekki færnir að búa til smá sjómar? Jó, þetta leit hann út náttúrulega David Brent í slák var náttúrulega líka hann var náttúrulega með heimildamind í gangi sko, þetta er slá þetta er ekki slák þetta er slá G.H. silent Takk Já, það er það ekki rétt hjá Redding? Hérna það verið? Já Mér minnir að Rosinjur hafi spilað fyrir Redding Pappa svo líka aðdurumar í knattspyrnu Í knattspyrnu? Í knattspyrnu kemur bara að fótbolta fólki eða úr fótbolta fjölskyldu Já, þú veist Hvaða ár er hann í Redding? Hann er 2007 til 2010 Er það í Championship? Já, ég held að falli þetta 2007 þegar að Vestham halda sér þarna ótrúlega uppi þannig að ég held að það sé held að þetta sé Championship alveg örglega og svo spilar hann eitthvað í Premier League með Hull City Finnst bara presensið á honum þú veist, horfandi á hann á hliðalínu hérna á móti Arsenal mér fannst þetta ekki nægilega svona einhvern veginn sama og maður upplýði í raun og veru með Ruben Amorim sko fannst svona eins og þeir væri kannski ekki alveg þú veist nægilega öruggir einhvern veginn í eigin skinni Nei, þetta verður áhvert að sjá hvernig þetta fer allt saman Við slum halda áfram smass eða pass með Dr. Fútból við ætlum að skoða aðeins janúar viðskiptin, smass eða pass sko það voru leikmenn keyptir í janúar og ég ætla bara að fá til að segja smass eða pass, já Cancelo er leikmaður Barcelona, er það smass eða pass? Eða er ykkur sama? Það er ekki smass Það er ekki smass eða En maður hefur heyrt reyndar að hann sé erfiður svolítið Já, ég minna, er ekki allir erfiður? Jú Nei, er það ekki, er ekki allir Flottu punktur í aður, mjög flottu punktur í aður Fyrir að fara eitthvað þægilegan Portugala heldur þægilegan áhengi
Ég ætla að segja smass. Ég hef alltaf verið mjög hrifinn að sjá Cancelo. Já. Það er bara Smass á þetta. Já. Niklas Füllkrug, pælið í þessu. Þú ert einhvern veginn ekki að finna. Þetta finnst mér alveg dæmigert hvar ítalska deildin er stödd. Já. Og hún er bara ekkit sterkar en þetta. Füllkrug var bara að byrja inn á fyrir AC Milan hérna fyrir viku síðan. Sko. Gær líka. Það er sérstætt. Þetta er náttúrulega, þú veist. Algjör pass fyrir mig. Já, þetta er pass. Þetta er náttúrulega, var byrjun að sendir inn í þýska landsliðinu og þetta er auðvitað fyrir svona 90s strák eins og Eið Smára þá er á blað, eins og ég segi, þetta er áfall að sjá að þetta sem sendir inn í AC Milan en ekki Marco van Basten eða Papan eða hvernig sem það var. George Weah, maður. Wow. Algjör smass þessi. Antoine Semenyo. Smass eða pass. Bara skrítið hann hafi ekki farið fyrir tíum. Já, hann byrjar allan vel, hann spilar auðvitað fyrsta leikin sinni í deild. Já, var frábær í fyrra líka. Já, hann er rosalega jafnfættur. Rosalega komplít leikmaður, já. Vinstur og hægri. Hann skiptir í lengum máli hvorum meginn þetta dettur á hann. Já, hann hefði smá kraft, þá var það fín. Ég var að Ég var að pæli hvort það var rétt að segja eitthvað, sko. Ef að þú átti eitt heldur gott mark með vinstri. Já, fullt af þeim. Já, en sérstaklega gott móti Van de Sar. Já, Fulham. Já, skemmtilega. Já, skemmtilega mark og fyrir þá sem að halda Eiður hafi ekki skorað með vinstri, það er nóg af vinstri fóta markum hann Conor Gallagher. Er þetta smass eða pass? Pass fyrir mig, sko. Það er nóg af miðmann. Já, þú veist, ég ætlaði að mynda að hugsa, þú veist, bara kemur inn í eitthvað róteringu sem að bara meikar rosa lítinn senn, sko. Yes, fyrir Tottenham smass. Já, smass, já. Ég held að hann fari ekki í róteringu. Ég held að það veri hann plus 1. Þetta er öflugur náungi. Já, en hvort að Bergvall, já. Já, við sjáum hvernig þetta var og við erum búin að fara yfir þetta allt saman og við slum halda áfram förum í næsta topic, Happy Hydrate með Dr. Fútból, Styrmd og Sölt og svo auðvitað kreatíni góða. Sko, Eiður Smári, ég veit ekki hvort þú veitir það en það er að koma í ljós að þú ert að style icon í Hollandi. Því að í Hollandi þá mættir þú með svona goatee hér á sínum tíma og fyrir þá sem er að sjá þetta á YouTube þeir geta síðan í þessu. Þetta er geðveikt lúk. Já, en við skulum sjá hvernig Hollandi, 16 ára. þetta er 16 ára gamall og ég meina að þú veist, svona er ekki margir. Nei, getur vel verið 17, 18. Það er allavega ekki margir 16, 17, 18 sem geta safnað í svona. Þetta er líka geðveikt PSV-treyja. Já, hún er. Iconic. Þetta er iconic allt saman. Sjáu núna hvernig hollensku leikmennir hafa tekið þessu. Bert van Bruggen, hvað gerir hann? Safnar í goatee. Hvað gerir næsti maður? Virgil van Dijk. Vissulega vond mynd af honum. En safnar í að goatee. Já, með meiri þykkt hann, sko. Hvað gerir Xavi Simons? Hollendingurinn. Safnar í að goatee. Hvað gerir Julian Timber? Skilur eftir smá á hökunni góðu. Smá trillir. Smá trilli. Netan ekki. Trillir. Já. Þetta er rosa. Þetta er endalaust. Hérna, Gravenberg. Skilur eftir. Já. Það er þetta bara bannað að vera með yfir. Já, bara skilur. Viltu bara, já, þú Van Dijk bara með Shaggy. Já. En svona hefði getað haldið áfram þannig að þetta verðist þessi innkoma þín með, sjá, Daniel Malen líka með þetta. Þessi mynd er náttúrulega ræð. Þú sérð ekki marga 16-17 ára svona í dag. Nei, hún er upp á vegg á PSV vellinum. Ok. Það sem fer undir með minnir að það skipt hvaða landslísmenn PSV hefur haft. Já. Og þá var ég einn af þó nokkuð mörgum. Já, þetta er en það lítur að vera rosalega mikið sól eða ég er farin að sjá illa bara strax þarna þá maður pýrir augun Já. Tekið á móti svo. En og líka þarna hefur ábyggilega líka eitthvað aðeins verið í bekkjunum í Grænatúni í sportsól, það var nátt nýjar perur þar. Ég bjónum bara í Álfatunni þetta var svona 150 metra fyrir mig. Skella þér aðeins í bekkin Eitt tvöfaldan turbo bara heim. Nýjar perur, takk. Já, þetta var smá útidúr hér. Við höldum áfram og skoðum fleiri fréttir.
Við eldum fisk á mánudögum og föstudögum, Samherji með Dóttarfútból og það besti bitinn, það eru þorsknakkar frá Samherja. Sko, Gunnar Birgisson, nú ert þú elskaður og dáður í Mosó, alveg svo bróðinn. Bróðinn náttúrulega ólympíufari og þú svona kannski ekki alveg farið þá leið en þú farið aðra leið til þess að fólk elskið. Við sjáum að Pétur Martinsson komin í framboð og það mikil eftirspurn eftir þekktu fólki í framboði. Fær fólki í Mosó, má það leyfa sér að dreyma? Gunnar Birgisson að fara í framboð? Þá náttúrulega, þá get ég ekki unnið niður á Ríkisjónarbi. Nei. Þú ert verktaki? Já, ég er verktaki. Ég hugsi geymið það. Þú munt halda vinnuðinni hér? Já, muni haldin hér. Já, ok, það ítum mér reyndar aðeins nær þessu. Nei, ég held ekki geymið það aðeins. Þetta heilla mig ekki at the moment, sko. Nei. Eiður, það mjög algengt að það verið að reyna að fá fólk sem að einhver veit hver er. Hefur einhver reynd að fá Eiður Smára Guðjónsson í pólitík? Nei. En það hefur verið kallað eftir stuðningi. Já, þú bara og einhver tíman já. Eins grætnúmar í þessari pólitík og þá var ég nú ekki mikið að fylgjast með hvað var að gerast hér á landi. Þá var Gísli Marteinn í einhvers konar frambóði og ég bara, Pétur Marteinsson hringir í mig og það bara að styðja við Gísli Marteinn. Já, sjálfsögðu. Svo bara raunaði yfir mig hérna ég vissi ekkert hvað ég var að styðja sko. Ég var bara að styðja félagann. Þannig að ég ætla að fara að valið í þetta. En Pétur Marteinsson bara öðlingur. Hvernig stendur á og lifir þægilegu lífi að vera að fara út í þennan leik? Það er það sem ég velti fyrir mér. Bara einhvern veginn, bara líður vel, ert bara í pottinum að slaka á og svo ertu bara mættur í þetta. Er þetta ekki svona einhver sjálfspýting bara? Höfum ekki allir eitthvað skási Iron Man eða eitthvað sko. En ég hef pælt í því samt með fyrir alþingiskosningar að ef maður myndi bjóða fram bara íþróttaflokk og bara einu málefnin á stefnuskráni það eru íþróttatengt. Það bara, ég lofa bara að það kemur nýr þjóðarleikungur, það kemur ný þjóðarhöll og ég lofa þessu öllu saman og ég bara ekki með neitt annað á stefnuskráni, bara ekki eitt hlut. Bara svona singul, bara eins og einhverju græningjar eða eitthvað. Bara íþróttaframbóðið eða eitthvað svoleiðis. Og við myndum bara safna saman, við værum þarna 3 á lista og eitthvað svona. Mér langar rosa að vita, þú veist, hvað maður kæmist langt á þessu. Eina sem við viljum gera og það er að taka Laugardalinn búa til íþróttaháskóla þar og allar íþróttir eru bara með sitt svæði þar. Akkurat. Og bara, þú veist, við ætlum að setja allt kapp í það verði velun á stórmótum, þú veist, við ætlum að koma að landsliðunum okkar eins, þú veist, og við ætlum að setja peninga, þú veist, við viljum að Þarna ertu að búa líka til heilsueflandi dóti, meðan þetta hefur áhrif á heilsu og bara hugarfar og þetta alveg. Ég er mjög lengi pælt í þessu mér. Þannig að, sko, ef ég færi einhvern tímann í eitthvað frambóð, þá væri það svona. Það væri svona. Bara allt fyrir sportið. Já, þetta ágætis pæling. Það ég veit þetta verra. Ég styð þig. Já, það er gott. Já, þetta er strax konum með rosalega stuðning hérna. Dóttarfútból aðeins að kíkja á hvað er að gerast í félagaskiptamálunum. Það auðvitað verið leikmenn að skipta lið, aukakrónur Landsbankans, kynnið ykkur aukakrónur Landsbankans þar sem að Kanti er farin til Fenerbahce. Sko, bara áður en ég held aðeins áfram í þessu af því að ég er nú oft verið að hlífa þér Eiður við að ræða strákana þína. Andri Lúkas var heitur og lendi sinni meðslum. Er langt í hann? Það eru komnar ábyggilega 4 vikur. Minn þetta hafi rétt fyrir jól, 20. des. Ég veit að hann er að fara í Sigurlómun í dag til að taka stöðuna. Það var bara veðumeysl aftan að læri og það má alveg tengja það bara við leikja álag. Álagið í Championship er búið að vera alveg rosalegt og Blackburn ekki með stóran hóp, þannig að hann hefur þurft að spila kannski fleiri mínútur heldur en að hann hefur ætti í rauninni að gera og það er ekkert skrítið hvað sem hann eða aðri leikmenn lendi svona í smá þreytumeiðslum eins og maður kallaði þetta. En svo svona, svo náttúrulega er líka ekki nóg með þessi nóg að gera hjá Blackburn-liðinu heldur þurfa að spila annarkvæmt leik tvisvar
þar sem að það er oftir að flauta leikina af svona rétt fyrir 90, við erum búin að lenda í þessi tvígang og bæði skiptum verið að vinna leikina, þannig að þetta er ekki alveg nógu gott. Það eru auðvitað margir dílar að þetta yfir, þú veist, þessir West Ham leikmenn tveir sem að þessi Castellanos og svo hinn maður sem ég mann bara ekki hvað heitir, sem að nýmættur á þinn Pablo, já þetta heitir hann Pablo. Ég veit ekki hvað ég var að segja um þessa leikmenn. Brennan Johnson er komið til Crystal Palace, það er stór díl. Arsenal alltaf þeir að gera eitthvað, alltaf að segja leikmann. Ég sýnist ekki sko. Nei. Slott var nú að tala um það að blaðamannafundur bara í morgun að það væri nú ekkit útilokað, þannig að ef að menn átta sig á því sem við erum að fara út í þá verður eitthvað gert með þessa leikmenn fjárverðandi, náttúrulega ekki tíka Conor Bradley og gleymi einu nafni Ísak segi, já sem að nei ekki tíka, nei ég meinti Ísak sem eru frá lengi að spurning hvort að þeir sækja eitthvað fram og náttúrulega hvað verður Mohamed Salah hann talaði fallega hann á fundinum í morgun allavega. Já, Mo Salah bara að spila þriðja sæti í Afrikukeppninu, þetta úrslitaleikur í Afrikukeppninu helgina, stórstyrnið Endrick, sem átt að vera stórstyrnið, maður svo sem veit ekki hvað verður hans feril, hann er alltaf farin til Lyon og skoraði síðustu helgi og svo býðum við auðvitað einhverju tíðinda af íslenskum leikmönnum, maður svona hvaða íslensku leikmenn ættu að vera að fara að færa sig, það er svo sem á eftir að koma í ljós, þessi Facundo Buonanotte sem einhvern veginn Chelsea eða eitthvað áleika var ekki rétt það var bara einhvern veginn Chelsea og hann er farin til Leeds núna skildi ekki alveg en það eru svona við býðum frétta og þetta vonast til að ég meina Jón Dagur þarf að færa sig bara klárlega ég meina fleiri leikmenn sem að mættu færa sig á Íslandi náttúrulega töluðum með þessa strákar sem að fóru til Króatíu til Ístra Daniel Dejan Djuric og Logi Hrafn Róbertsson. Svo saknaði þess nú að þegar það kemur gluggi að Gulli Viktor skipti ekki lið, ég vil hafa hann á ferðinni Já, ég á nú eitt sem að þarf að færa sig líka Sveinn Aron þarf að koma sér í burtu frá Sarpsborg Það er gott tímabil hjá félaginu sem slíku og hann gerir 4 ára samninga ekki? Jú, ágætist tímabil hjá félaginu töpuðu samt úrslitaleiki í bikarnum á móti Lillestrøm gerði ekki mikið, sildi bara svona að ligna sjó magna hvað hann hefur fengið lítið að spiltíma það var áhört að fylgjast með því það skilja bara ekki okkar húmor nei, það er bara hluta þessu, það er hluta að vandra nei, ég menna það var áhört að sjá hvað hann gerir og ég menna ég held að eftir að hellingur að gerast, það er auðvitað 2 vikur eftir þessum glugga Þóri Jóhann er auðvitað að renna út af samningi Dagur Dan var reyndar búin að auðvitað skipta lið, hann er komin til Chicago eða til Montreal afsakið hann er nú svona MLS bara leikmaður og prúfen þar búin að standa sig vel það var bara geðvögt já, bara gaman, ég get alveg trú að þessi gaman á MLS leikmaður það verið gaman að ég held að það sé miklu meira sexy svona utanfrá heldur en að actually að vera þar þetta ferðalögin sé alveg svakaleg ekki gaman bara það er ekki þessu liðum að ferðast á business class sko nei, heldur ekki? Nei nema það sé tildulega nýtilkomið það voru bara þessi stærstu leikmenn sem að sátu frammi og bara restin aftur og svolítið svona eins og NBA í gamla daga Jordan var bara með sitt sæti fremst svo fóru hinni bara aftur sko. En Beckham er örugglega ekkert að láta Miami-lið ferðast á Nei, svo ertu komið ég held að þeir séu kannski búin að rífa eins standardinu við sjáum til ætlum eins og að kíkja þess á íslenska boltan með kjarnanfæði og hrútpungar allir pakkin fyrir Þorramatinn fæst já kjarnafæði og það er auðvitað þannig að það er komið drög að mótinu þannig að við ætlum að byrja þetta allt saman fyrsta föstudag eftir páska þá byrjar besta deildin í fótbolta þetta er náttúrulega ekki jafn langt og leiðilegt og var hér áður fyrr það er að segja að við erum farin að byrja þetta mót miklu fyrir, við ætlum að byrja 10. apríl í ár menna þegar að Eiður spilaði þá byrjaði í lok maí í mótunum þöks í Gerðargrasinu þá getum við bara farið að bara byrja þetta strax Já, það voru tvær þeirra vikur í reiðhöllinni að æfa fótbolta sko þeir voru dagarnir Já,
það var líka ágætlega að tekið á þeim og þeim að einhver þar var skipst á höggum og menn höfðu gaman en það var alltaf verið að slást í þessu reiðhöll það var eins og kom einhver hit í menn og allir ógeðslega vond lykt af mönnum Mér var stæðilega best sko á króknum þá var verið að trilla þú veist það var verið að trilla inn mörkum og meðan var verið að ríða út síðustu hrossunum og þá var verið að trilla inn mörkum og hjólum það svo byrja að þrýfa hestaskýrt og svo byrja æfingin Það er eitt, við erum að passa upp á eitt í Þorlákshöfn, það eru ennþá gömlu innanhúsmörkin fyrir aftan körfurnar bara gömlu góðu innanhúsmörkin ekki svona handboltamörk þau eru lengri á brettina þeir eiga þetta í Þorlákshöfn ég var nefnilega alveg til í innanhúsfótbolta aftur liðin eru búin að svona parkett já, það var gaman og líka með alvöru bolta, ekki hennar fútsalbolta bara alvöru fótbolta þeir eru að spila þetta mikið upp í dyrinu Reykjavík móti í Laugardalshöll það eru góða minningar Ísland móti líka þar þannig að svo voru oft spila í FB ok en svo hittum við strákandir alltaf á þriðjudögum sko bara talandi innanhúsfótbolta þetta ekki frábær leið til að eins og hemja boltan og rekja boltan er ekki hellingur annað fyrir börn að læra? Jú, ég held það það er náttúrulega bara líka að reikna út hvernig hann skoppar og þetta er alltaf öðru sig og allt í kringum boltan, allt sem hún gerir með boltan það bara víkar þú veist, teknigetu sjóndeildarhring bara í alla staði þú veist, við séum marga sem bara taka boltan og skjóti í veggin Berbatov að kenna öllu það en það er bara eina sem hann gerði sem barn ég gerði það mikið það er svo margt sem hægt að gera bara til að fá tilfinninguna fyrir boltan Já, ég meina ég að segja það þannig að, takk fyrir það er svolítið seint verið mig að heyra þetta núna Sko, þetta er Ronaldinho og highlights frá einhverjum innanhúsfótbolta sko, það er bara geðbilun sko Já, það er nefnilega heila málið í þessu en íslenska deildin, hún byrjar það er að segja besta deildin, hún byrjar þarna 10. apríl og það er á föstudagskvöldi og þetta byrjar allt saman leik Víkings og Breiðabliks það var betri liðum deildina sem mætast og þau hefur auðvitað sína sögu það verður bara gaman að fá þetta í gang eflust verið að reyna að stækka leikmannhópana Viðar Kjartansson greindi frá því í vikunni hann hefði leitað sér hjálpar og sagði frá í löngu viðtali við fótbolti.net fyrir þá sem að það áhuga því þeir geta lesið það þar Var þetta ekki Stenka? Stenka talaði við Viðar Kjartansson sem að hann er ennþá án liðs eða ekki Gunni? Jú, hann er ennþá án liðs maður heyri mikið með svona tvo fyrrum klúbba sem hann hefur verið í Fylki og Selfoss Selfoss væri náttúrulega svona held ég drauma niðurstaðan til að loka hringnum hann virðist allavega að vera á betri stað Þetta var ævintýralegu leikmaður þegar hann var upp að allra besta hjá í Noregi hann skoraði eins og óður maður var alltaf í færum og það er svo fekk hann þetta Kínamú og Rússland og alls konar spennandi sem gerist á hans ferli og svo vann hann deildina fyrir Malmö þetta nátti stóð sér vel í þessu öllu saman og það er fleiri ég meina Jón Daði Böðvarsson það er eitthvað verið að tala að mögulega fari hann frá Selfyssingum liður svo fram hafa verið nefnd í því samhengi Atli Þór Jónasson hefur líka verið nefndur til framarana og svo er alltaf spurning hvað Gummi Tóta þetta er mikið af Selfyssingum svo er spurning hvað Gummi Tóta endar Algjörlega. Þau eru ekki bara að taka sig saman og vera á Selfossi. Já. Það væri náttúrulega geðveikt. Selfossi bara á þann stað sem eiga að vera. Sko, eða nú voru við Vestmanningar leita sig að þjálfara. Töluðu þeir við þig? Nei. Þannig. Þeir eru ekkert að leita, voru ekki að ráða? Þeir voru að leita að þjálfara? Nei. Eiður í Vestmanni. Það væri gaman. Já, það er Nú erfitt Já, á Íslandi nú erfitt fyrir mig En ég verð samt að ég gerir ráð fyrir að við munum ræða þetta þegar þetta kemur síðan upp að það er gert ráð fyrir 3 vikna hléi á milli umferða 24 og 25 út af þessu nýja landsleikjarglugga Það verður bara að verða það, Júfa Það bara hlýtur að vera hægt að komast hjá þessu Við hljótum bara með hvernig þetta er, ég meina, það er verið að byrja þarna 10. apríl Við verðum bara að byrja fyrir Já, mér finnst sko Við verðum að þétta prógramið eða eitthvað gera eitthvað til þess að bæði að liðka til fyrir liði í Evrópukeppnum eins og aðra deildir að gera á móti liðunum sem við erum að spila við og þetta hefur bara því miður tekið oft svolítið taktinn úr Íslandsmótinu þegar þetta 3 vikna hlé kemur Það er bara ekki þetta að gera
Jú, það er hægt að færa þetta framar. Ég meina að við erum að spila leiki nú. Ég meina það er bara, hvað er ekki, KR Þróttur helgina og þú veist. Allt það besta sem gerist í íslensku fótbolta í september, október. Þá erum við einir með sviðið. Við erum bara konum eitthvað monster sem heitir úrslitakeppnin í körfubolta. Það er bara erfitt að keppa við þetta voru. Það er bara það frábært stöf að það er bara erfitt að keppa við þetta. Og þá varstu líka með úrslitin í Champions League og öllu þessu og crunchið í enska boltanum og allt svo leiðis. En við eigum sviðið í september, október. Ég meina það var náttúrulega enski komin á heimsvís. Nei, hérna á Íslandi. Ég sé að bara, þetta er bara erfitt að slást við Champions League og körfuna og allt svona. Þú veist, ég er að tala um athyglinna og ég er að tala um fjölmiðlumfjöllun og allt svona. Ég er ennþá á því að það var bara að spila í landsleikjalí á Íslandi. Já. Og þú veist, þegar ég er í Bolton fyrst, hvað er árið 98 sem ég fer þangað, þá voru bara reglunni það að ef þú ert með 2 landsliðsmenn í hópnum og þá gastu fengið leiknum frestað og þá ertu kannski að fresta 1 til 2 leikjum á þessum tíma það sem að kannski félög sem eru með undir 21 árs landsliðsmenn eða það lítur nú ekki út fyrir A-landsliðsmenn þannig að þetta fer í yngri landsliðin þá þarf þetta að fresta 2 til 3 leikjum kannski bara spila í þessu liði Alla Víkingur kannski með Gunnar Vatn Hárrétt, þú veist þegar Eiður segir þetta, þá segir ég bara já það er Gunni, þú sagði nákvæmlega það sama ég var ekki alveg samar ég meina þetta er bara góð punktur þetta er náttúrulega örfáir leikmenn það skiptir máli hvað það kemur já, nei, þetta er ekki góð það er ekki sama hvað það gott kemur herri, þegar þú segir það förum yfir í enska boltan, Volt með Volt Plus og alltaf 40% afsláttur fyrir þá sem er í Volt Plus kynni ykkur það já, Volt, enski boltinn Michael Carrick er að fara að skáka Pep Guardiola í hádeginu á morgun það er einhvern veginn skrifað í skýin Manchester United kom með alla sína bestu leikmenn veislan er rétt að hefjast í leikhúsi draumana leikurinn hefst klukkan 12:30 og ég ætla að lefa þér að taka sviðið þetta já, United City sérðu eitthvað annað en djöfladýrkunna labba með 3 stig af Old Trafford í þessum leik? Já getur þú séð eitthvað annað? Ég sé fullt annað ég verður bara viðkynna það einu sem ég sé ekki að það gerist áhverju ekki svo? Þetta hafa samt verið leikirnir sem að United hefur einhvern veginn náða sína bestu hliðar sko. Áhverju ekki? Það sem ég held að mun gerast að Guardiola mun allt í henni sitja aðeins tilbaka leifa United að koma og þau vera 3-0 yfir í hálfleik Manchester City sem Manni og bara breykir og Holland sko, Erling Haaland hann sagði að hann var exhausted og Erling Haaland eins og hann byrjaði tömbulega frábælega þá hann búin að vera aðeins að á hans smæli hverða verið að ströggla Já, sást aðeins í leiknum á móti Newcastle hérna í deildabikar Það kom eina bílaða hugmyndiður færa stundum Erling Haaland þegar hann er ekkert í boltanum út á hægri væng ég myndi að það er bara lítill bakur og fá þetta kvikindi á þau á flegiferð heldur að sé einhvern veginn hægt að svona aðeins að færa hann af því að stundum er hann bara ekki inn í leiknum bara einhvern veginn að reyna að koma hann aðeins í snertingu við boltan og annað slíkt eða eru við bara með hann hann er bara nýja Þú vilt hafa þar 80-90% af tímanum en það er náttúrulega bara undir honum komið veist, ég er nokkuð vissum að hann hafi frelsi til þess að koma þess niður og bara rétt finna fyrir boltin þó að sé ekki nefna bara einföld þú veist, móttaka gefa frá sér, koma sér í stöðu aftur reyna að fá hann í hlaup þú veist, svona aðeins að mixa þessu upp hjá sér, þetta er svolítið svona alltaf fremstur og alltaf veraðar en ég meina, þetta er ekkit formúla sem hefur ekki virkað sko. Þetta sem virkað ágætlega sko, Manchester United það er mængið sem telja að þeir byrja þetta þannig að það verði einhvers svona 4-3-3 þeir færa væntanlega inn með afkonstrákana beint Amad Diallo og Mbeumo þeir eru komnir heim Mats Ráir auðvitað verður á blöðupptíkinu með að lyfta titlum í Afríku en sko, já, þetta verður leikur umferðunar maður er ónýtalega smeykur við baráttuna Eiden Heaven á móti Erling Haaland ef að það verður staðan í heldur að Heaven verði að byrja heldur að Maguire byrja ekki bara Harry hlýtur að byrja í hann leik já, ég myndi bara gera þetta sé þá Maguire og Martínez já, það er allt annað
Það verður hórt Hann finnst bara að vera svo mikill salur fyrir Eidin Heaven einhvern veginn. Já, hann er náttúrulega búin að vera stórslur. Hann er líka fættur 2007, þannig að eðlilega er heimurinn spenntur. Hvað hlæðið? Hann hefur bara litið illa út í mörgum sem að United hefur fengið á sig upp á síðkastið. Nei, þú veist, það er engin annar svona 18-19 ára gamall strákur. Fjóra manna vörn líka. Það er engin annar 18-19 ára gamall strákur svona að fyrir að skoðum. Stórkostlegur 18-19 ára. Ég meina, ef hann væri Þetta er bara nýr mér er alveg sama hvað hann er gamall, hann er ekki búin að vera stórkostlegur. Er þetta ekki nýr bara Dúbury? Er þetta ekki bara nýr Dúbury að fæðast hann? Jú, og aldrei var hann stórkostlegur. Hann átti nokkra leiki. Títus Brambúl, Já, það var sigur. Hann fekk góð múf. hann var sterkur. Championship manager legend sko. Sterkur strákur þar á ferðinni. Chelsea taka móti Brentford í vestur Lundúnaslag. Þeir eru auðvitað þarna já, svona Chelsea Fulham er mun nær en já, þetta eru bara lið sem er á sama staði í deildinni. Chelsea og Brentford. Eiður, ef þú er að stilla upp hérna Chelsea-liðinu, hverju, þú veist, ertu með eitthvað svona preferensa, þú veist, hverju verða að vera í liðinu? Ef allir er heilir. Já. Já. Ég myndi ekki spila til app. Nei. Ég myndi bara hafa Joe Pedro fremstan. Já. Svo er náttúrulega nokkri sem eru absolutt netto fyrir mér absolutt inni. Já. Það er alltaf þetta vesen með netto af því að hún finnst þægilegt að vera þarna hægra megin og koma inn á vinstri fótinn og með svipað tendisa í Cole Palmer. Já. Sem vilja báðir vera þarna en það er alveg hægt að búa til pláss fyrir til að hafa það saman. Kajset og alltaf viljið hjá mér. Já. Ég er ekki mikill ensómaður. Mér finnst hann fínn. Já. Ekkert meira en fínn bara. Svo má bara rusla út varnarlínu fyrir mér sko. Já, bara finna nýja varnarmenn. Stóra málið þarna sko. Já, Rhys James auðvitað. Já, Rhys James náttúrulega, ef hann er heill þá að hann alltaf vera þarna. Hann pluss 3 í eftirstu fjóra. Já, þú myndir hafa hann í bakverðinu, þú er ekki með hann inn á miðinni. Já, bara í bakverði. Það var svo sem komið tími til að hann myndi með þess, ég var búin að bíða eftir þessu. Maður er alltaf að bíða eftir að Luke Shaw meiðist og ég fekk loksins meiðslinn frá Matthijs de Ligt sem ég hafði verið að bíða eftir í það sem af er vetri. En Brentford verið eitt af Sputnik-liðunum hér áður fyrir, hefði verið búið að kaupa bara Thiago í janúarglugganum þegar að einhverju skoruðu í svona. Gæti alveg gerst. Já, það er leikmaður sem einhverju getur stólið. Stæðilur Brasilíumaður þar á ferðinni. Ég held sko að Keith Andrews hafi ekki bara verið líklegastur til þess að vera hjá spórsbókunum fyrir tímabil að vera látið fara, heldur sko lang líklegastur. Það var bara menn töluðum að hann myndi ekki lifa fram áramótum. Byrjuði okkur horror leika mútið Forest þarna. Já, einmitt. Þannig að þetta leit ekki vel út. Leeds tekur mútið Fulham. Liverpool mætir Burnley. Ég meina, Móment salaði þetta ennþá í Afrikkeppni Ísak. Þetta er svona sem leikurinn sem þú vilt fá þegar það vantar einhverju hefur. Heima mútið Burnley. Já. Það þarf eitthvað stórkost þetta að gerast til þess að þessi leikur fari ekki einn. En, já, þetta er Liverpool hafi verið góður að rusla upp þessu lengjum. Já, þetta verður þægilegt. Já, þetta verður þægilegt. Sunderland Crystal Palace og svo er það Tottenham West Ham, annar Lundúnaslagur. Hvað er með Crystal Palace? Þeir eru bara ekki búin að vinna leik. Nei, og hans leitar að skrifa undir nýja samning. Já, og tapar í byggarnum móti sjöttu deildarliði. Ég horfði nú á það leik, það var æðislegt. Það var svakalegt. Svo ákveður þjálfarinn bara að fara út og fá sér einn. Já. Eftir það tap. Kvöldið. Miða við sögurnar sem að lesa. Já, það var eitthvað myndir ánum það sem hann stundi það maður að velja sér svolítið tímapunkti já. Til að fá sér bara einn heima fyrir þá ef það endilega það sem þú vilt. Glasnerinn auðvitað ætlar ekki verið að áfram. Hann er bara svona sem búin að gefa út. Hann ætlar ekki sveitir nýjan samning. Ég vil að mann teta það öll í einhvern veginn að íti hann og það gengur ekkit að semja við hann. Þannig að það er alls konar markeihi er að fara. Þetta er svona trikki Væntanlega Sar, er ekki Sar hann á mig? Jó, kantarinn. Hann náttúrulega ennþá í Afrikkeppni. Þannig að þeir eru í alls konar vandræðum og með einhvern risa meiðslalista Crystal Palace.
Og það væntanlega bara þannig að Glasner, þú veist, hann vill væntanlega koma sér þarna út á meðan að hann svona nokkuð heit vara, því að þú nefndir eins og í síðasta hætti með eins og ef að Jose Mourinho hefði bara beðið aðeins og ef hann hefði ekki stokkið á þetta Benfica gig, þá var hann pottet í talsvert betra liði akkurat núna, eða allavega svona einhver meira spennandi, þannig að Glasner veit það að, þú veist, fyrir lið kannski sem að vil ekki kaupa hann út úr einhverjum samningu og hann fær að skrifa undir núna, að þú veist, þá væntanlega bara bíðans. En ekki Jose bara komin heim til Portugals og svo það. Vill bara vera þar. Já, hann kann bestu sér í London hendi. Hann voðalánaður. Já, það getur verið. Hann voðalánaður. Það bara ekkit það ekkit margir klúbar eftir í London sem hann gæti tekið við. West Ham hefði náttúrulega verið eitthvað sem hefur rekta fyrir. Já, ég held að hann líti á West Ham og sem ekki nógu stórt verkefni. Bjó hann hérna Jose Bjón ekki alltaf Belgrava eða eitthvað svona, hvað heitir það? Belgravia. Það getur verið. Já, það getur verið. Það er allavega eitthvað sem að fólki með seðlana býr í Rússlandi. Eðlilega kallaði London Rússland, það er svo sem ekki óðurlegt. En sjáum hér að Tottenham, það er að segja Tottenham auðvitað West Ham og Tottenham auðvitað voru að kynna Johnny Heitinga og menn fóru svona að reikna eitthvað þegar ég sjáu þetta. Hann var aðstór manager. Það var Thomas Frank sjálfur sem hélt viðtölinn og allt þetta. Hvort þetta sé einhver leið til þess að koma út? Já, ég meina að þú veist, maður las það náttúrulega fyrst út úr þessu. Já. En hann var víst að taka menni í viðtöl og hann var að leita þessu manni. Það mjög áhugavert. Það væri mjög sérstakt fyrir Tottenham að fara að ráða Heitinga sem nýbúið rekan frá Ajax. Og það nú svona, ef þú getur ekki gert góða hluti í Hollandi með stærsta félagið í Hollandi, okkar ættir þá að fá jobb í Premier League. En, þú veist. Hvað heldur vinir mínir í PSV munu segja þegar ég sendi þeim þessu klippu? Og þú veist að Ajax er stærsta, þarf ég að eyða þess út? Nei, menn það er bara að vita það. Já, þannig að þú myndir segja að Ajax er stærri klubur en PSV? Já. En það er ekki þar með sagt að séu búin að vinna flestu til en undanfarna. En þá stærsta félagið. Já. Með mestu söguna. Já, þá segi ég bara já. Það er ekkert fórnað það. Þú þekkir þetta inn og út að sjálfsögðu. En Nottingham Forest tekur á móti... Ég reynda að töpu 6-0 fyrir Arsenal. Bara í gær. Nei, Það sem að Parrotin setið hrennu. Sá er heitur fyrir Heimi Hallgrímsson. Nú Nottingham Forest og Arsenal mætast á City Ground. Hvernig heldur þetta að fari? Gunni? Þetta verði bras, en 2-0. Já, Úlfar sem hafa verið einhverju smá uppleið, þeir taka múti Newcastle, svo ertu með Aston Villa Everton sem er svona proper leikur í ensku úrvalsdeildinni á mánudaginn eins og Brighton á móti Bournemouth. Eiður heldur að deildin geti klárast í helgina. Það er að segja United vinni City og Arsenal vinni Forest. Er þetta ekki svona líklegs viðsmið sem ég er að setja á það? Mér finnst þetta ekki mjög líkleg. En það getur allt gerst. Ég sé það ekki gerast og það vinnur engin deildina í janúar. Það er bara, eins mikil klísja og þetta er. Sko. Já. Ég eiginlega bara pirra mig að fengi mig til að segja þetta. Já, en ég meina þið eins og þið. Mér líður svona eins og bara Arteta svara. Já, það vinnur engin deildina í janúar. Nei, vissulega erum við í góðri stöðu og það er okkar höndum og allt. Nóg af stigum í pókanum. Já, það er það nóg af stigum í pókanum. Já. Það er alveg nóg eftir. Það þið eins og en það má ekki stækka mikið meira bilið. Nei, það má ekki breikka meira. Nei, það má ekki breikka meira. Nei, þið náttúrulega rúluði við deildina báði árin sem þú vinnur þetta. Já. Það kom alltaf sko, fyrra árið, þá kom að þeim leik, við vissum alltaf við eftir að fá Arsenal. Við hefum bara ekki tapað þeim leik. Leið og við minnir að við gert jafntefli á Stamford Bridge, sem er einhver tíman í mars á tímabilinu. Þá vissum við, við erum góðir. Það er alltaf svona, við hefum eftir að spila við keppinautin, aðal keppinautin og við klárum það, þá erum við bara í góðum. Já, Mourinho svona fór að tala öðru sem allir aðeins stjóra, eins og þegar þú skorar á móti United í fyrsta leikarna var það 4-5, þá bara sagði hann, þessi leikur telur tvöfalt. Ég hef aldrei heitt stjóra í Bretlandi segja þetta. Það er bara, þetta telur tvöfalt, þegar þetta er hérna lið sem við erum bara að keppa móti. Þannig að þessi sigur er sinnum 2. Þannig að, það kemur ekki óvart að Mourinho hafi verið að byrja að reikna stíginn svona snemma og hvernig hann koma sér í hvað bestu stöðu. Ég held að
Arsenal enda á því að vinna þetta með svona 6-8 stigum bara prógramið sem er eftir að þeir eru bara eftir að fara á Etihad annars er þetta svona nokkuð þægilegt prógram, þeir eru komin í mjög góða stöðu í meistaradildinni sömuleiðis eftir Inter og Kairat þar áður en að þeir fara í play-offsi þar, þannig að ég held að það er ekkert að geta stoppað. Nei, ég held ekki sko. Nei. Þetta við ætla að eiga þessa klippu og hlaka til að spila hana þegar það kemur. Þegar þeir vinna? Já, þegar þeir vinna þetta. Því að ég held að United séu ennina ferðina að fara að klára þessi mót. Klára þetta fyrir Liverpool í fyrra, klára þetta núna fyrir Arsenal. Það tala þegar þeir eru Arsenal? Nei, ég gerir jafnvel Arsenal. Já, ég gerir jafnvel Arsenal. Það var þetta búið. Þið eru ennþá mikilvægir. Já, hann finnur alltaf leið sko. Hann finnur alltaf leið. Þetta er bara, heldur að United endi í meistaradeildarsæti? Ekki séns. Já, við kíkjum á þetta saman Slum kíkja á vinnara og lúsera þessa vikuna með vinnum mínum í Einar Á er auðvitað vinnarar í byggingabransanum, allt sem hún þarf, dúkarnir, límið, allt fæst hjá Einar á Dalveginum og sigurvegarar í þessari viku, það er svo sem ef við förum bara út í Það ætla ég að velja þarna Tóta Turbo í KR í körfunni. Hann bakkaði svona í mann og tók svona öfugt skot. Ég var ekki séð þetta áður. Já. Og sett hann onni. Hann er vinner. Já, hann er vinner. Ármann í körfubolta. Já, tóku valsarana og flengdu hökkuðu þeim saman. Þannig að það var áhugavert. Ég ætla nú að segja sko með bókunarstöðun á Guggu í gúmmibát og naflan. Það er bara þétt bókun í gangi þar, þannig að það eru klárlega vinnarar þar. Það er hver helgi og ég er að taka 40% af allir þeirri innkomi. Já. Nú, má ég sjá. Nú, fleiri vinnarar í þessari viku. Já. Ég nenni ekki einu svona þykjast þeirra að skrolla að reyna að finna einhvern vinnar. Nei. Þeir eru ekki bara öll vinnarar Jó, á nýja árunni. Það er allir vinnarar. Þetta finnst mér góða punktur á þessum ára þarna. Já. Erum við ekki bara öll vinnarar? Jó, erum við ekki bara öll vinnarar. Ég er samt svona að reyna að finna eitthvað. Ég ætla að segja sko, lúser er bara íslenska þjóðin. Því að grillu... Nei, þú nýbúin að velja. Ég er með stuðning, ég er með rökstuðning af því að Sprengisandur er að loka. Þetta er svona, þetta er staður sem á staði í hjarta mínu. Grill húsið, Sprengisandi, það er að loka. Þetta er staður sem á alltaf. Þetta var nú kallað Guðhús, grillmyndar hjá góðum hópi manna. Jú. Hans verður sárt saknað. Hans verður nefnilega sárt saknað og þetta var líka svona amerískur staður, þú veist, stórt hús eitt á báti. Ég mun sakna grillhúsins og við vonandi kemur bara einhver annar staður inn, því þetta er svona eins og mjög amerískt allt saman og gott. Við slum eins og að fara aðeins í neyða já, við slum kíkja á spurningarnar því að þær komu heldur betur. Þetta voru eiginlega, ég sá fyrir mér 66 spurningar og þær eru komnar inn fullt af frábærum pælingum og ég meiri sem búin að stela einn þeirra. Já, fyrir mig í neyða já með 66, tökum þetta 66 gráður, nenni ekki að taka þetta allar 180 gráður, tökum þetta 66, voru Eiður og Gróngir að horfa saman á stórmótin í handbolta. Ég stal þessu, ég skal viðurkenna það. Voru Eiður og hver? Eiður og Jesper Gróngir að horfa saman. Þetta er bara fyndið. Var þetta stólið? Hjörvar. Já, ég varð að fá að stela þessu. Nú, kemur til greina, Sæþór spyr Gunni að hef ég einhvers konar drykkjuferill ef Arsenal tekur deildina í ár. Ég get ekki útilokað það. Nei, þú getur ekki útilokað ekki neitt. Þetta mun verða ansi eftirminnilegu dagur. Væri Rashford góður kostur fyrir Arsenal, spyr Þorbjörn Björnsson? Nei, það vantar ekki leikmenn fram á þið. Mun Hjörvar læra að segja Cody Gakpo? Cody Gakpo. Já, Gakpo. Af því ég er bara hollendinga að segja þetta. Ég segja Gakpo. Hvernig á að segja þetta? Hvernig segja hollendinga þetta? Gakpo. Segðu Johan Cruyff. Johan Cruyff. Já. Takk fyrir þetta. Ég vil bara hafa þessa hluti á hreinu. Nú,
verður handboltinn ekki örugglega sýndur á RÚV 2 spyr Guðjón Kristofur Nóg að leikjum á RÚV 2 Já, nóg af leikjum á RÚV 2 Hafið ekki áhyggjur af því Ættu Arsenal að ráða Erik ten Hag ef hann falur fyrir rétta upp að spyr Arnar Páll Hvað þá, bara í skúringar eða Já, bara sem stjóra eða eitthvað aðeins til að mixa þessu Nei, við erum frábæran stjóra Já, nú má sjá var Garnacho að skjóta sér í hjarta eðs eftir framistöðu sína í miðri viku spyr Hartmann Í tableik? Nei og langt í land með það Já Ætti Tottenham titillin í fyrra að vera stjörnumertur þar sem voru að spila móti leikfræði Rúben Amorim Hugsið hvað við væri vond við Rúben Amorim að vera norður íri þá væri við bara á bakina á þessum manni non-stop Hvað býtu, ertu það ekki eða? Nei, þú veist bara fólk einhvern veginn hefur trú á Portugala Já Það er góð vara að selja Já Og það var náttúrulega mjög fallega að tala hann náttúrulega þegar hann tekur við En svo er spurning hvort þetta sé umhverfið eða einstaklingur Eiður spilaður bara í síðarma Ekki hvern einasta leik en nánast já Ávast síðarma kall Það er, ég vil sjóð segja það Winston Bogart mikill og góður liðsfélagi Eiður Þetta er geðvik spurning Öðruvísi liðsfélagi En hann mætti hann ekki alltaf æfingar og svo Já, hann mætti Hann er ótrúlegt, hann var svo fókust sko, að halda í þessa peninga og halda þessum samning sem var á, neitaði bara öllum tilbúðum frá öllum öðrum liðum af því að hann fannst það bara of lítið fyrir sig, hvað sem var Ajax eða Feyenoord eða eitthvað þar aftur til Hollands þetta var orðið þannig, hann kemur sko, hann flýgur frá Amsterdam á mótnana tók 7 vélina, þetta er náttúrulega bara 45 minna flugu eða eitthvað eða klukkutími og æfingarsvæðið var bara við hliðin á Heathrow var bara með bíli sem þar kom á æfingu fekk sér að borða tók síðan bara vel seinnipartin heim þetta gerði hann 5 daga vikunar undir lokin sko En fór þetta í töguður á ykkur þegar þið vissu að hann væri að fá kannski hærri laun en þig hærri laun, við vorum hann nokkri, þú veist ég John Terry, Jody Morris Frank, náttúrulega kannski að hærri launum eftir að hann keyptur en við náttúrulega horfum bara á hvern annan byrju hvað með okkur? við spilum hérna hvað, 60-70% af leikjunum og svo bara einn úti sem flýgur til Amsterdam daglega og er á hvað, ábygglega 3-földum, 4-földum launum með okkur á þeim tíma sko. Það er gaman að hafa eitt svona það eru nokkra spurningar sem ég get ekki haft eftir það er hérna, spurskot Já, fara aðeins neðar það er bara að fá neyða í áfræðismór hvort ég með spyrir ofar hérna það er Þorvaldur, ég veit hvað maður þetta er Þorvaldur Freyr Friðriksson heldur ég sjái þetta Nei, gleymum þessu bara hann spyr hvort að hérna Claude McLean hafa verið þrífættur maður er með svo einfaldan húmor sko það er ekki meira Já, sko ef hann hefði æft Allsber það hefði hann aldrei verið kloppaður Nei, sem orðaði hann það er bara skemmtilega leið til að hafa þetta sko, hefur ekkert verið á veitingastað á viðburði og hitt Ólaf Stefánsson og Jón Arnór Stefánsson og sagt, jæja það er bara geituna 3 hér þú voru ekki lent í þessu þetta er geðveika spurningar sko Nei En erum við ekki í smá lack of respect hvað Pétri Guðmundsen að spila með LA Lakers San Antonio að segja Jón Arnór sem betri? Já, ekkert endilega bara upp á það ég held að bara sé algjörst lack of respect á ferlina Péturs Guðmundssonar sko, við vitum alveg hvað Lakers er sko Já, og San Antonio Spurs Já, en mér finnst bara einhvern veginn það til dæmis að hann hafi aldrei orðið íþróttamar ársins er svona Hvenær áttu velja? Hann er þarna þegar hann fer til Lakers Hvernig ætlar að tróða því? Hvernig ætlar að finna einhvern stað fyrir hann þar sem íþróttamar ársins? Hjá Íslandi? Já. Á Íslandi? Hvað er þetta ekki þarna, hann fer til Þú þarft hann á ótrúlegum árum ég meina, Eiður var hérna markaðist í leikmaður Barcelona fyrir árum út af 2007 held ég og það var bara einhver annar sem vann þetta sko þetta er bara feikilega erfitt að vinna þetta þannig að það var þetta með þekki að Já, þú varst það einu sinni reyndi ég Oft varst einu sinni Tvisvar, já En að heldur betur Pétur Guðmundsson eru allan að nálægt þessu samtali
hérna bara alveg í blálókin skulum við henda okkur í El Grandi og svo get ég farið að hleypa strákunum út í góða veðrið spennandi að fara út þess að dagana Já, það er það Óneitanlega Já, hemm, doktorfútból kemi.is förum í El Grandi Ég ætla að hafa stuttan í dag þetta er ekkit svo mörg nöfn Nei, þetta er ekkit handboltatengt City United 12:30 á morgun heimurinn nemur staðar en þó aðeins stund Ég ætla að fá leikmenn sem var að spila fyrir City og United og ef ekki að láta aldurs forsetan byrja Eiður, ertu klár? Býtu Leikmenn sem var að spila fyrir City og United. Já Carlos Tevez. Carlos Tevez Já. Jú. Já. Ég er að spóla hérna Ég er að fletta upp gamlu myndum Ég og gamla myndir Já, geimi mér að segja Já Ég á ekki til eitt auka tekið orð sjálfur sér að skammar hérna hverja einustu Nei, Jó, víst. þetta er ekki auðvelt hérna, Gunnar Nei, það er ekki margir. Ég kem ekki mörgum, en ég Nei. er samt komið með 3 önnur. Svo. Já, Varstu ekki marki alltaf, sagði Jú, og smart maður, ekki? jú Ekki markmaður? Hver er svona markmaðurinn? Hver er markmaður? Já, Gæti verið frænd okkar. já Er hann frænd okkar? Hann er, já, við höfum oft talað frændur okkar Herru, ég er bara Hann er með hérna Ég er að fá heilablóð. pólska tengingu líka með millirandi Bólislav Hann er samt frænd okkar Sonur hans líka góður í marki Já, Vandesar Nei, Nei nei hérna Smækkel, Vandesar Hvað er ég? Já, Sonur hans er líka sonur hans. markmaður, held ég. Er það? Já, ég held að þetta var gott svar sko. Vandesar, já, Já. Petur Smækkel Áttu einhvern annan Já, ég kom með Andy Cole. Andy Cole, já Ég var með Owen Hargreaves. Já, við hann að við bara segjum þessu Já, það ég ekki meina, bara? ég fæ ekki einu sinni Smækkelin, sko Ég fæ Nei, En þetta er þessi var erfið. En byrju Það eru bara 3-4 nöfn sem að eitthvað... sko fyrir lengra konu á Brian Kidd Já. Já. Og svo talin eitt sá best í sögunni hjá United. Hvað best? George Best tíma. Já skoraði með hælnum hann er Lagalega séð mjög góður. Það er ló já, það er sló þannig að þetta var erfitt Já, það var bara mjög erfitt Þetta var svínslegt eiginlega að senda mann inn í helgina og svona já, en þetta er samt svona En hvað er þetta mörgn upp tótal? það sem er datti ég skoða nú bara ekki eins og hvað þetta var mörg tótal en Ég held að sé engi fleiri Þetta er svona... vanalegri búllis búin að nútíma. drita upp svona 15 nöfnum hérna leið og þetta klárast en nú, það reyfist ekki músin hjá þeim sko. þannig að þetta er ekki mörgn upp nei, en Smækkelin átti að vera með já, Andri Kanselskis hefði svona verið kannski eitthvað Pass þar pass þar, já, þetta er, hefur veist TV sem náttúrulega kannski svona þekktasta dæmi í Ég þessu hef öllu ekki saman verið með Kanselski, sko. en já, það er Tony Cotton markmaður hann var hann Þetta er náttúrulega en ég hefði, veist hvað ég hefði gefið af því að hann var stýrði sitt í það hefði gefið Mark Hughes Já, ég veist, ég hef bara, já, því ég Þú var gefið það. já, ég hef gefið það að því þú ert í þannig skapi að því ég er í þannig skapi, sko Ég veit það. en annars held ég að Dóttar fútból hvað segir ég? Terry Cook Sá eldaði Ég man eitthvað þetta Terry Cook Já, það er nefnilega þess að fólk fattar ekki ofta ekkert fyrir svona mörgum árum síðan í enska boltanum það voru þetta pínulitlir hópar þú bara lendir í meiðslum eins og ég hef svo oft talað þú bara Smækkel meiðist og bara Pilkington fór í markið það var bara svoleiðis Hitchcock fór í markið á Chelsea Kevin. Já, King Kev en Dóttar fútból þakka fyrir sig svona var bara boltinn það var bara ekkit hvað heit hann Granville í Chelsea hann var undan þeirra ábla á samtal á Bonna á miðjunni Kíkiter Lukas, allir þessi snillingar sem að hafa spilað fyrir öll þessi lið þetta var bara allt annað tímar Var þetta betri tímar? Þetta voru einfaldari tímar Það sem að, fyrir þá sem horfið á FA Cup, Já, þarna var ég bara að horfa á fótbolta.
ekkert var kjaftaði. Nei. Það var bara leikurinn eins náttúrulegur og hann mögulega getur verið. Já. En svo færði á því mark þar sem að einhver langt fyrir innan. Svo bara horfum við á atriði hérna með Erling Haaland á móti Newcastle og maður hugsa bara, hvert fótboltinn komin? Já. Ég get hrykti með einum fréttum. Þegar Fletcher skoraði sigurmarki á móti ykkur hérna á Old Trafford. Ég var að setja þetta í vargræðina mín á hann. Hann er fyrir innan. Hann er fyrir innan. Og ferstingum, þetta er einhver allskemmtilegasti skalli. Já. Var ekki æðislegt að vera á vellinum og fá að sjá þetta? Mér fannst hann ekkit skemmtilegur in the moment. Hann er að fara svona fjær, svona þetta er Mexiko sko skall. Lúpast yfir. Stóramanninn sem var reyndar án hjálms þá, en Dóttor fútból þakkar fyrir sig. Við heyrjumst aftur á sunnudagskvöldi, góða skemmtur helgina, áfram Ísland og allir sá pakki Dóksson á morgun og Guð blessi ykkur. Takk.